Halló, halló. Góða kvöldið. Kvöldið, fólk. Hvað segir fólk í dag? Ábyggilega gott. Ég heyri ekkert í ykkur. En mér er alveg sama. Þegar ég segir flott. Ég er búinn að ákveða fyrir ykkur. Hvaða leikur á að kasta í kvöld? Ekki leikur. Það er góð spurning, Guttix. Við erum að lýsa sem sagt úrslita leiknum hérna í úrvalsdeildinni. Yeah, baby! Úrslita leikurinn! Og hérna, og það vill hefla til að það séu atgeirar á móti böðlum. Já, atgeirar tóku þarna æsispennandi leik á móti böðlum í undanúrslitum. Dýfðu sér út í losers bracketinn og sigruðu bölvun aftur eftir að hafa sigrað þá í fyrsta leik sínum í mótinu til þess að henda sér aftur upp og taka úrslitaleikinn, endur tekning á síðustu viðureign sinni á móti böðlum fyrir í dag. Þetta verður eitthvað svakalegt. Það verður svakalegt. Ég er rosa spenntur í þetta, ég er að vona að þið séu líka spenntur í þetta. Og ég er spenntur. Byrja á Nepal. Yeah, baby. Eitthvað spennandi að gerast þar. Byrjum á Nepal og við erum bara að henda okkur inn í hennar leik. Og við ætlum að byrja á þetta var Sanctu... Nei. Þetta er Shrine. Shrine, já. Þetta er Nepal Shrine. Það eru Sanctum Village og Shrine og þetta map við höfum ekki séð þennan hluta af Nepal í mótuna, þá ekki leikjum sem við höfum kastað hingað til. Nei. Við höfum bara fengið að sjá Village og Sanctum og það er alltaf gaman að fylgjast með þessu mapi. Þetta er stórt map og svona opið map. Það getur reynst liðum erfitt að taka þetta point og halda því. En við sjáum að böðlar eru búin að gera sér tilbúna með stíl á Winston, El Maestro á Sarju, Dordingul á McCree, Aron, Symmetra, Númling og Fúþark taka síðan Önu og Brigitte. Og svo í atgerum er Rúnar á Reinhardt, Oglokar á Sarju, Kristjá á McCree, Aron á Sim, Snars á Patís og Avi á Lucio. Og þeir eru komnir á stað og við sjáum að atgeir að fara beint inn á pointið. Já, ná fyrstur út af þeir með Lucio boostið. Já, en böðlar eru komnir hérna upp og hægra megin hérna við pointið frá þeirra sjónarhótti. El Maestro Aron tekur út El Maestro. Og en við sjáum samt hérna að Aron er að reyna að koma sér hérna í kringum atgeira og Krissi er þetta mætti til að mæta honum á McCreeunum, nær honum ekki. Hann er með recallið og nær að sleppa. Hann er að bögga backlineið eitthvað rosa mikið en náði bara ekki almennilega. Nei, pílið er þarna frá Krissa en hann stíl er búinn að vera hérna í frontlinenu og er kominn færa Nano upp í Nano fyrir Númling sko með þessi healingi sem hann er búinn að vera að fá. En fellur hratt, það er ekki nóg. En atgeirar gáðu þarna upp á til pláss sem að gefa böðlum yfirhundina. Fúþark tekur út Rúnar en Aron jafnar metinn með að taka út Fúþark. Og Oglokar tekur út El Maestro, þetta var greinilega ekki nógu gott eftir að Krissi tók út Aron. Böðlum. Já, það er Aron hérna í báðum liðum. Aron sem var á Tracer í böðlum og ég er á Tracer. Krissi tók hans út af mig síðast. Hver vill vera Aron 1 og hver vill vera Aron 2? Já, það er spurning hver er Aron 1 og Aron 2. Eða Aron A og Aron B. Já. Það eru náttúrulega liðin atgeirar og böðlar. Við leifum Aroni í böðlum. Hann má líka vera Aron 1. Og Aron í atgeirum, hann er Aron 2. Erum við ekki að flækja þetta einu og mikið? Jú, það kemur eins og Aron og reynir að gera eitthvað. Við sjáum að
Stíl fellur þarna. Hænún Krissi með Hænún hérna og hann alveg sko hann var lengst fyrir aftan. Það Stíl greinilegt að atgerar vilja ekki leyfa böðlum að komast á point. Nei, þeir eru konur upp í 95 sekundur og við erum bara ekki þurfa að gefa þeim pointið. Stíl snertir, nei, hann tekst það ekki! Og hann er ítt út af og það tryggir atgerum punktinn að enginn frá böðlum tókst að snerta þarna. Aron B var kominn þarna á staðinn sekúndunum of seint. Og við förum yfir á Village. Sjáum hvað böðlar ætlar að gera fyrir að ná að snúa þessu við. Já, þeir eru konum með stíl á Rísu og El Maestro er á Reinhardt. Dortningull og Aron eru á McCree og Symmetru. Númling á Baptiste og Futhark á Lucio. Já, og eina breytingin hjá atgerum er Óklokar að fara yfir á Rissu. Já, þannig að það er algjört mirror matchup hjá þessum tveimur liðum sem vinna sig eiginlega bara nákvæmlega eins inn á pointið einnig. Böðla ná hins vegar aðeins rétt á undan. Já, þeir eru komnir fyrir þarna, en Stíl er fallinn og Óklokar nær counterparti sínum, andstæðingi sínum á Rísunni og El Maestro er næstur, tekinn af Aroni A. Aron B tekur þessu út af Óklokar og Aron er hérna bara aðal í killfeedinu. Stíl kominn inn á boltanum en er fljótlega tekinn úr þeirri viðureign. Og atgerar ná pointinu. Skiptir aftur yfir á Rísuna. Þetta þessi Wrecking Ball skipti voru greinilega til þess að kaupa böðlum meiri tíma en gengu ekki eftir sem skildi. Böðlar eitthvað, Kjörnir eitthvað. Já, það er hík eitthvað en fara nú á stað. Það er settur upp teleporter en enginn notar hann. Hann er greinilega að nota bara sem tálveita. Stíl fellur og frá Snars. Krissi nær honum í gegnum gluggann. Og þeir böðlar hanga hérna núna bara og bíða þarna. Hann Dortningull var þarna eftir síndist mér Já, frá Númling kemur Hænún frá Krissa. Já, og það er soundbarrier frá Avi kemur út chatti frá Rúnari en já, El Maestro nær honum með fæstrækinu og nú færist hitti í leikinn hjá böðlum þegar þeir færa sig inn á pointið allir 6 og það er lítið sem Óklokar getur gert eða Snars og Aron og Avi fer þarna inn til þess að falla og böðlar ná að taka pointið. Böðlar taka pointið en atgerar eru standa eftir með 66% á pointinu. Náðu þeir að vinna einn teamfight núna og fari leikurinn eins og fyrri hlutin á honum hefur farið þá gæti þetta farið atgerum í vil en við verðum að sjá til. Það eru konar 20% hjá kemur út Bongo frá Óklokar og Dortningull nær Aroni með frá Snars þetta það kemur gluggi, nei, gluggi frá Númling er ekki að fara að bjarga liðsfélagum hans þegar atgerar fara harkalega af stað í gegnum. Það var í raun Bongoið frá Óklokar sem gerði gæfumuninn. Það var ekki nóg að hafa bara Window frá liðum. Það var supercharger frá Óklokar í sameiningu við gluggan frá Snars sem að kaupir atgerum þarna punktinn. Og Stíl náttúrulega eftir að hafa skipt þarna yfir á boltan áðan og þurfti að skipta tilbaka var ekki með sömu ult-prosentu. Þeir eru að vinna sig þarna böðlar en Stíl tekur einfalda allt of mikinn skaða þarna þegar hann kemur inn á og það er enginn á pointinu til þess að halda. Atgerar taka fyrsta mark. Þetta er svo aðgjörlegt. Atgerar eru greinilega bara in it to win it. Já, heyrðu, það er hérna ég veit ekki hvort þú sérst að fylgjast með Twitch-chattinu
En ég er með það opið hjá mér. Já, ég er líka með það opið hjá mér. Og Gútst er hérna að bjóða upp á eitthvað sniðugt frá City og Sakila. Það er að bera Aron og Aron eitthvað mismunandi fram. Þannig að það spurning hvort við segjum Aron og Aaron eða erum við of cool fyrir... Já, sko, þú veist, þeir eru báðir Aron og við þurfum bara að sætta okkur við Aron A og Aron B. Við erum ekki Sakila og Asidia. Nei, við náttúrulega gerum okkar, við vinnum okkar vinnu bara eins og við vinnum hana og þeir gera þetta eins og þeir gera þetta. Þannig að við höldum okkur við Aron A og Aron B. Það er ágætt. Eða Aron 1 og Aron 2. Nei, þetta þarf sérst að flækja þetta of mikið. Já, stundum þurfa bara hlutinir að vera flóknir. Þar er ég sammálaður. Af því að ef eitthvað hefur sannað sig, þá er það að flóknir hlutir gleymast seint. En böðlar fá hins vegar að velja map. En mér skilst að Snars, eins og við erum búin að bera, er bara vitlaust. Já, þú sagðir Snars og ég ákvað að það eftir. Það er vist Snors. Það er vist Snors, ég bara tók það sem ég hélt að væri. Já. Skulum bara afsaka þessi mistök, við náttúrulega sögðum mitt í gær. Já. Engin ákvað að leiðrétta okkur þá. Nei, en það er náttúrulega einn mikli snillingur Sigfússon sem er að leiðrétta okkur núna. En hann var einmitt að spila í þeim leik. Sigfús? Nei. Sem að þú varst að tala um þarna. Þannig að það geti útskýrt af hverju við vorum ekki leiðréttir í gær. En við erum bara bíðandi núna eftir sjá hvað hann Aron og Baron. Aron og Baron, það virkar líka. Já, það er svona extension á þessu Aron A og Aron B. Já. Við erum að fá þessa ábendingu líka. Hún er sniðug. Eigum við kannski að nota hana? Jú, notum hana. Hún er skemmtileg. Það er á Aron og Baron fyrir Aron sem er í böðlum. Ef einhver er að vinna hjá Barjón Brugghús, þá endilega þá sponsa Aron og böðlum. Kannski breytir hann blessatakinu sínu í Barjón ef hann fær spons frá Barjón. Já. En við ætlum að fara yfir í Blizzard-duel sýnist mér. Já, og atgerar virðast ætla að byrja á að defenda. Og þeir eru náttúrulega sem sigurliði, fá náttúrulega að velja það hvort þeir vilja byrja að verja eða gera árás. En það er fjall sem sagt böðlum í vil að velja mapp. Það náttúrulega gæti verið kostur fyrir böðla. Það getur verið að þeir eru búin að æfa þetta mapp mikið meira. En þeir náttúrulega vita kannski ekkert endilega að atgerar séu búin að vera að æfa þetta sjálfir. Já, atgerar náttúrulega hafa spilað þetta mapp líka núna í mótinu. Svo maður þarf stundum að hugsa út í svona ef þú ert liðið sem ert að fara að velja mappi, reyna að velja það sem hentar ykkur bara mikið betur. Já, en það getur vel verið að böðlar séu klárir á því að þetta henti þeim betur heldur en nokkuð annað hybrid map myndi henta þeim. Og það kannski skiptir þá ekki máli fyrir þá hversu vel þetta geti hentað atgerum. En í atgerum eru þeir að fara að spila Rúnar á Rissu, Óglokar á Sigma, Krissi á McCree, Aron á Torbjörn, Snors á Baptiste og Avi á Brigitte. Já, og böðlar tefla fram Stíl á Rissu, Elma Estrad og Reinhardt, Dortingul á McCree, Baron á Symmetrinni, Númling á Baptiste og Þúþark er komin á Lucio. Það kemur út teleporter en ekki alveg nógu gott. Atgerar eru tilbúnir. Beint í opindauðan, bara... Já, það beið ekkert eftir þeim nema opindauðin þarna
frá turretin hans Arons og það mættu allir í þetta partí. Það má segja það. Núna þurfa þá böðlar aðeins að hugsa sem gangi með Nú breyta böðlar líka einmitt til og Stíl komin niður á Reinhardt á meðan Elma Estros tekur dýfina. Annað breytist ekki og Dortingull ennþá á McCree og Baron á Symmetry. Baron Ég að vinna með þetta. Baron hljómar langskemmtilegast. En við sjáum böðlar reyna að fara inn en hætta við. Þeir bakka bara. Þeir ætla að snúa sér ennþá lengra í kringum Atgera. Þeir eru komnir hérna alla leið eins og þeir séu bara koma úr spánunu hjá Atgerum. Þeir eru komnir upp á hæggrátið fyrir ofan pointið og Atgerar hafa hörfað algjörlega af punktunum núna. Stíl fer að inn og það er bara harkan 6 með alla böðla í andlitið á Atgerum. Komir út sjattið á Stíl. Þeir ætla bara að fara með Atgera, það eru svo böðlar að við hugsa sér strákar, ef við ekki að sýna Atgerum hvernig spánið okkar lítur út. Og voru komnir með á hálfa leið aftur í attacker spánið á Bröstlund. En Atgera náttúrulega fá að sjá hvernig spánið þeirra lítur út eftir þetta ránd. En með 4 mínútur og 20 sekundur byrja böðlar að íta pilpinu. Já. Og ég ákveði hins vegar ekki, ég veit ekki með þig, en ég glemdi að kynna mig málið með þessa kórun. Fyrst að vorum að pæla í því í gær. Já, við vorum eftir að velta þessu fyrir okkur. Já, ég glemdi að Við þurfum að tekka á þessari kórunu, sko. Síðan spurning hvað böðlar ætla að gera fyrst að Atgerar eru komin með hæggrandið. Þeir ætla greinilega að stoppa, koma því saman. Þeir stoppa þarna á baku byssuna. Þeir eru eitthvað að ákveða þetta. Núna, þeir verið að fundið út úr þessu. Þeir hendur teleportið og glugginn hans Snorrs fer á alls ekki rétt á stað. Nei, bara alls ekki. En afgangurinn af liðinu hans nær hins vegar að loka þessu með bæði Molten Core og Garravittic Fluxy. Þetta var eitthvað óþægilegt fyrir hann Snorrs sem hann lenti þarna í að glugginn hans fór bara niður. Hann fór bara niður á götu. Þetta hefur ekki verið það sem hann hefur ætlað sér. Ég er nokkuð viss það. En þetta hafði samt hjá þeim. Já, þetta kom ekki að skák við þessu. Notaði teleportun aftur og teleporturinn. Og núna kemur líka út svona síldu veggur frá Symmetry. Og það kemur út chatter sem að Óglokar nærreyndar að blokka. Stíl komin að það ansi djúpt en stoppaður. Númling hins vegar hernir fyrir liðsfélaga sinn á meðan Elma Estros sér þarna að íta pilotuna. Það sést hverjir eru samviskusamir hérna. Hverjir fara á pilotið og hverjir fara djúpt í ofurlið. Bomb frá Elma Estros, næri samt ekki neinum, Afinn stoppa það. Já. Kemur út gluggi frá Númling. Stoppaði hann dífubombuna með shieldmassi? Nei, hann whippaði það. Notaði whippi og stoppaði bombuna frá það. Númling og Dortingull eru fallnir og hann samt út þar. Kemur flux frá Óglokar en hann deyr fyrir það. Já, en það virðist ekki alltaf að koma að sök þarna með töluvert betri glugga þarna hjá hann Snorrs sem að setti reynda bara glugga fyrir sjálfan sig. Og stundum verður það bara akkurat það sem að Baptiste áskilur. Það þarf að gera vegna þess að náttúrulega gluggi endilega gerir ekki damage boost, það náttúrulega bætir hýningið líka alveg rosalega mikið. Já, fyrir utan það líka bara kannski treystir hann bara sjálfum sér best til þess að gera skaða þarna í gegnum hennar glugga. Og sjáum böðla að fara hann upp á hæggrand og Krissi notar... Það kemur hæ nú frá Krissa. Nær samt ekki neinum, böðlar alltaf að nota teleporter en þeir bara... Já, þeir hættu við það og bökkuðu. Já, hann var eyðilagur. Þeir skutu honum yfir.
Já, nú eru þeir komnir hérna í gegnum teleporterinn. Dordingull með hæ núna á lofti en nær engum. Avi fær út rally en niður. Aron tekur út Baron og Dordingull tekinn af Óklokkar. Núling hann búinn að taka út, ég var státt fyrir það Snors, en Snors tekur Stíl út og Fútar. Og El Maestro eitthvað einnan eftir. Rúnar næri að hoppa út af. Og já, El Maestro tekst ekki annað en með síðan að slást í lið með félögum sínum sem allir eru komnir í spánið. Með cirka 20 sekúndur eftir að tímunum þá þurfa böðlar að gera eitthvað crazy dæmi, bara eitthvað crazy. Já, það þarf eitthvað mikið að fara að gerast hér og þeir koma hana, að ganga inn í Supercharger frá Rúnari og Molten Core hérna. Vekkur frá Baroni. Og Molten Core frá Aroni kemur út líka og samt Supercharger frá Rúnari. En böðlar halda sér lifandi. Nei! Fústark og Stíl fallnir. El Maestro með Super og Númling fellur síðan seinastur. Þetta voru mjög óþægileg töp þarna hjá böðlum að tapa Stíl og Númling þarna, og Fústark þarna akkurat þegar þeir fengu báðir ult sem þeir hefði getað notað í þessu bardaga. En þeir náðu ekki að kappa punkt B, svo að í raun og veru þurfa atgerar bara að ná góðum tíma á punkt A og síðan bara í raun og veru ekkert stress með punkt B og koma payloadu niður. Já, heyrðu. Ef við ná bara að kappa pointa bara easy peasy, þá þetta bara smooth sailing í raun og rætt að vera fyrir atgera. En böðlar þurfa náttúrulega samt að hugsa eins hvað ætla að gera í defensinu hjá sér. Vilja að reyna að halda þeim frá pointa eins mikið og þau geta. Við sjáum hérna böðlar koma út á Stíl og El Maestro hérna með Orisu og Sigma. Dordingull á Hanzo og Baron hérna á Ashe, Númling á Baptiste og Fútark á Zenyatta. Og það greinilegt að planið hjá böðlum akkurat núna að reyna að stöðva atgera eins langt í burtu frá pointinu og þeir mögulega geta. En náttúrulega gallið með það að atgerar þeirra reyna dive núna með Rúnar á Winston, Óklokkar á Dífu, Krissa á Tracer, Aron á Sombru, Snors á Moiru og Avi á Lucio. Og við sjáum að Aron kominn hérna í bakgrunninn á Sombrunni. Hann ennþá ósynlegur. En hann að leita að targeti. Avi fallinn. Og Aron fann hérna skotmarkið sitt, Fútark, en Númling bjargar Fútarki þarna úr erfiðum aðstæðum. Og Aron ekki að ná að gera mikið á þessari Sombru enn sem komið Og Rúnar fellur. Dordingull þarna á tekur hann bara út. Krissi tekur út líka Krissa. Og hérna, þetta Avi bara farinn. En Aron tekur hann út Rúnar. Það ekki frímerkilinu það. Stíl tekur Óklokkar hérna áður en merkin snertir jörðina. Þýðir að Óklokkar fellur. Aron þarf að fara að ná flottum hökkum í PE þegar það kemur að þannig að þetta virki hjá atgeirum, en Rúnar sýnist mér hérna hann sé komin yfir á Rissu. Óklokkar komin yfir á Sigma. Krissi á McCree líka. Já. Og við sjáum hérna Krissi nær bara Stíl. Þeir talið í fíldin aðeins og sitt. Já, og þetta gæti kostað böðla dálítið mikið pláss. Kemur út Winko frá Númling og kemur komin í bakgrunninn. Hann á mjög leiðilegum stað fyrir atgera, en þeir eru á pointinu, þarna á þessu litla hotni þarna og eru að klára að taka nema einhver úr El Maestro böðlum ná að snerta. hakkar úr flöksinu.
Það er Kemur komin út fjóra hérna Dreki og Dreki. og EMP EMP frá Aroni nær, hæst í gangi. EMP náði engum, sýndist mér. En atgerar að falla og þeir eru hérna, þeim að takast bölum að taka stjórnina hérna aftur á pointinu. Rétt í tæka tíð með 1 mínútu og 20 sekundur eftir. Núna er atgerum mikið við. Aron er komin niður á Hanzo. Greinlega tók eftir því að væntanlega Stormfront var greinlega ekki að virka. Já, væntanlega til þess að taka hérna einvíð við Dordingur. En Snorr samt fellur. Snorrs er fallinn sem að sendir atgera aftur tilbaka. Þeir vilja ekki fara að taka bardaga hérna 5 á móti 6. Það var 45 sekundur eftir, þau þurfa að gera eitthvað svakalegt til að ná pointinu. Já. Þau eru greinlega ekki alveg að... Þeir eru að detta hérna niður í 3,5 mínútu og rosalega erfitt uppdráttar hérna. Þeir eru að lappa inn í 3 ult böðla Sjá rally frá Avi 3 önnur á leiðinni. og kemur Sancho frá Rúnar. Og þetta frá Krissa, en hann nær engum með því og þetta er næstum bara komið. En það kemur Dreki, Avi er fallinn og Rúmling samt fellur. Það verður einhver að snerta frá... Nei! Og atgerar eru ekki á pointinu, þannig að böðlar taka Mappið. Böðlar greinilega völdu rétt. Akkurat. Þá förum við í stöðuna sem sagt 1-1 og fáum sjá Steel fá play of the game. Steel þarna svakalega fljótur að vinna upp shatterið og klárar þetta á að leggja alla á jörðina. En, herðu, ég komst að þessu hérna meðan að liðin voru að skipta hliðar á mappinu, þá komst ég að því hvaðan þessi Corona er. Já. Og þetta er Corona Leorix úr Diablo. En skemmtilegt. Þannig að fyrir þá sem að spila Diablo voru hérna öskra á sjónvarpið sitt Hvað ekki? Þá núna vitum við hvaðan þetta er. Já, núna vitum við. Og þeir sem að vissi þetta ekki eru núna vita þetta líka eins og við. Já, náttúrulega seinasti parturinn í Blizzard-öld er Diablo tengdur. Já, þannig að þú ert í rauninni að fylgja Corona Leorix frá World of Warcraft eða Warcraft hliðinni í gegnum Starcraft yfir í Diablo endapunktin. Það sem að Coronan tæknir að sé að ætti heima. Já, en skemmtilegt. Þetta er áhugavert. Alltaf gaman að velta sér upp úr svona hlutum. Já, alltaf skemmtilegt að fá að líka læra nýja hluti. Já, alltaf gaman að læra svona hluti þetta. En við sjáum það að bæði lið eru sammála það að fara beint í þriðja mark. Engar pissupásur hér. Engin að taka pásu og við erum að fara í Havana. Atgerðum sem völdu Havana og böðlar ákveða að velja að defenda fyrst. Já, og ég er bara komið með netta svona áfallastreitu röskun af samt svona góðkynja af því að horfa á liðið spila Havana og Blizzard. Mér finnst svona eins og ég sé að kasta sama leikinn þriðja skiptið í röð. Já. Þetta eru mjög vinsæl möpp, Blizzard og Havana, akkurat núna. Og ég svo sem fagna því að sjá Havana spilað bara eins og vonandi sem flestir. Það er gaman að kíkja hérna í Don Robotico, skemmtilegur orðaleikur þar á ferð. Og við sjáum hérna í böðlum, þá ætla Steel sem sagt að spila
Og Rissu, El Maestro og Sigma, Dortingul á Hanzo, Aron á Ash, Baron. Númling á Baptiste, Baron, fyrir ekki, Númling á Baptiste og Fúþark á Zenyatta. Þeir eru að renna mjög svipað og voru með seinast, það greinlega var að virka. Kemur ekkert á óvart þarna og við sjáum að þeir eru komnir hérna ansi framalega og ætla greinilega að halda framalega. Rúnar hins vegar í atgerum á Orísunni og Gluggar á Sigma, Krissi á McCree, Aron á Soldier, Nors á Baptiste og Avi á Zenyatta. Og Rúnar var hérna næstum fallinn og slapp með lífsitt. En við sjáum að þetta eru jafnar allur á milli liðana. Enginn fallinn ennþá. En Atgera eru nú samt að vinna sig upp hérna. Aron tekur upp Baron en Stíl fallinn líka. El Maestro. Og núna eru Atgerar að taka stjórnina algjörlega og byrja að renna úr hlaði. Eru samt ennþá bíðandi, Dortingul var hann eftir? Já, Aron tekur Dortingul út þarna sem var eitthvað kominn að reyna að bakka en ekki kominn nógu aftarlega. Þeir sem sagt þurfa samt að reyna að komast að point, þetta var svolítið dýrkeypt að Dortingul var þannig eftir, þannig að þau þurfa að bíða eftir honum. Þetta kemur sér ekki vel fyrir Böðla, en við sjáum að Krissi býður hérna upp á hægrandinu. Viss í sinni sök það að Böðlar ætti sér þarna upp á og þeir ætla þangað en stoppa þarna til þess að setja niður glugga og þeir greinlega hafa bara eitthvað tíma til þess að komast að þig. Það kemur út Væsor frá Aroni, tekur út Númling og var hann búinn að taka út Aron rétt á undan en Krissi í bakinu að þeim og það ekki gaman að sitja undir því. Og Atgerar vinna sér leið þarna inn á point B og sigla inn í Don Rumbato áfengis eimunarstöðina. Já. Það sem þeir búa til kúpanst rom. Ég held að þessi leikur ætti að vera PG en síðan bara áfengi og leiti í sögu. Já, það má svo sem láta það liggja með til hluta hversu slæmt fyrir börnin áfengi við ætlum ekki að fara út í þá umræðu akkurat núna. Kemur út Flux frá Gluggar, nær samt El Maestro en gerur ólíkt. Kemur út Bob frá Aroni. Númling var hérna með Immortality fyrir aðrættum. Krissi stendur svakalegum árásum og fellur frá Stíl. En Atgerar eru með killfeedið dálítið sér í vil. En það kemur út gluggi frá Númling. Og El Maestro er hérna með fluxið í gangi. Númling missir þarna Immortality Field og Rúnar missir Ongo frá Stíl. Og Væsor frá Aroni. Rúnar búinn að taka út andstæðing sinn Stíl á Orísunni og Aron nær El Maestro og Dortingli. Avi tekur út Fúþark. Alltaf gaman að sjá menn taka út andstæðinginn sem er á sömu hetju á þeir. Nei, heyrðu! Rúnar var það komin eitthvað. Það er svo framalega og Númling nýtti tækifærið til þess að taka hann upp þessu. Var greinlega eitthvað kokki með sjálf þig. Krissi er komin yfir á Widow með ráð undir rifi hverju og tekur út Dortingur og Nors er samt næstur. Stíl fellur eftir á. Og Gluggar er on fire. Það er að segja Ashnas Arons Barons var búinn að kveikja í honum með dínamíti. En Atgerar eru komnir hérna í ráðandi stöðu með 3:50 eftir á klukkunni og komnir halva leið í gegnum point C. Eru að runna payloadi bara frekar hægt og örugglega. Böðlar þurfa að fara að stoppa þetta ef þau vilja. Já. Það er nefnilega hægt að segja ímyndið um þetta payload en þetta payload hreyfist ekkert svakalega hratt, það er alveg rétt þér.
Aron tekur út fellur frá Baroni. Já, en þarna Avi með Transcenda til þess að halda öllum á lífi og það virkar. Stíl fallir á El Maestro. Það engin tankar á hlið Böðla á lífi og þeir týna tölunni hver á fætur öðrum og atgerar nema eitthvað magnað gerist hérna. Hann Bob algjörlega stoppaður og El Maestro kemur út ekki fá spán frá Dordingu en næði bara ekki að hitta. Það ekkert hægt að gera það að fúðverk á Transcendensinu og Númling kemur hérna fljúgandi og falla báðir. Það skammgóður vermir þegar að atgerar sigla í hlað með 2 mínútur og 43 sekúndur. Það náðu bara alla leið með 2:43 eftir tímanum. Það núna þurfa Böðlar að fara eins hugsa sinn gang hvað þeir vilja gera eða vilja snúa sig við. Já. Náttúrulega atgerðar náðu alla leið, það er svolítið mikil vinna að ná alla leið. Það nefnilega alveg hægt að sjá það fyrir sér að að bara menn eru stoppaðir. Ég hef alveg séð það gerast að menn eru stoppaðir bara á point A. Jafnvel stoppaðir á point B. Við sáum það gerast líka dálítið í gær. Já. Liðið náði yfirleitt alltaf að komast yfir point A en gerðist voða lítið varðandi point B. En við sjáum hérna að atgerar að runna, Rúnar komin á Rissu, Óglokar á Sigma, Chris á McCree, Aron á Soldiers, Snors á Baptiste og Avi á Sen. Já. Stíl á Reinhardt, El Maestro á Dífu, Dordingull á McCree, Baron á Symmetru, Númling á Baptiste og Fúþar á Lucio. Við sjáum hérna Böðla að vera að íta pilotinu og nota teleporterinn til að komast fyrir aftan. Þeir eru komnir bara í dekkið á atgerum og þetta lítur ekki vel út fyrir atgera. Þarna var greinilega mjög nýstarleg hugmyndavinna í gangi og Aron að sleppa. Ég verði ekki hérna, ég dýrkaði þetta. Mér finnst þetta æðið. Þetta var mjög sniðugt hjá þeim. Notuðu Field of View-ið frá payloadinu til að fela teleporterinn til að nota hann síðan til að komast fyrir aftan þau. Þetta var mjög sniðugt hjá þeim. Þetta var rosalega flott hjá þeim sko. Og þeir voru alls ekkert hræddir við að missa menn þarna, en það koma þeir aftur hratt. Og þarna notaði teleporterinn aftur, þeir eru komnir aftur fyrir aftan á og það komin út gluggi frá Númling. Og þetta lítur ekki vel út. Chris með hænum, Aron tekur út Stíl, en El Maestro bara talið Snors og Dordingull fallinn, en Baron fellur. El Maestro fallinn, Avi næra ráða hann niðurlega mars. Dordingull næstur á lista hjá Avi. Var að bögga Rúnar og Óglokar eitthvað, en það gerði ekki alveg að ganga upp hjá hann. Númling var þarna einn eftir, tekin út. Og það rosa erfitt og við þekkjum þetta af okkar eigin reynslu að það getur verið rosa erfitt að ráðast á þetta point Bongo frá Rúnari þegar að defenderarnir eru komnir í svona stöðu og að hrinda manni frá einu sinni það getur verið rosa erfitt að ná uppi dampi aftur sko. Böðlar að býða út bongoið. Já, sem nú farið og þetta gæti reynst þeim erfitt. Þeir fara hérna aftur í teleporterinn en það komin út bæði gluggi og Væsor en nær engum. Böðlar bara földu sig inn í Donner and Bothago og
það þarf kannski að senda þér skilaboð það. Þeir eru ekki komnir svona langt. Þeir þurfa að klára point A fyrst, áður en fara á point B. Númling hendur út window, en eini svo sem að nýta Dauntingur. Kemur út sjattir frá Stíl, en nægir ekki neinum. En þeir eru að íta buildinu. Það kannski skiptum. Wow! Huge flux. Og Gluggar með risastórt flux, en Númling með Immortality að hætta út beat. Nei, Númling var það með Immortality fyllinga. Kemur út Divabomb frá El Maestro, nær ekki neinum. Já, en Baron er að vinna vinnuna sína núna. Hann er bara að taka út Rúnar og Gluggar. Númling tekur út Avi. El Maestro tekur út Krissa og þetta er point A fyrir Böðla. Það var þarna 3 mínútur eftir til að koma sér yfir. Það var svakalegt flux þarna hjá honum og Gluggar, en við sáum það var ekki bara bítið hjá honum Fúþark, heldur líka það var Immortality Field, lappi frá honum Númling sem hélt þeim öllum á lífi og svo notaði Fúþark bítið í rauninni til að gefa þeim heilsu sína tilbaka eftir að hafa mist svona mikið líf. Sjáum við hérna Væsur frá Aroni. Þannig við voða lítið að gerast með það. Já, en hérna var í rauninni ekki með opnar línur á þá til þess að skjóta, en hann er komin í bakið af þeim núna, í gluggan hérna. Rúnar fellur. Og þeir bara ákveða að hoppa bara yfir til hans með teleportum. Hann hleypur tilbaka, en hann mætir Stíl í glugganum og Stíl er fallinn fyrir Snors og þeir eru hérna aðgerðar aftur að taka alla stjórnina og Böðlar virtust vera frekar svona óskipulaðir í þessari árás sinni. Þeir voru dálítið út allt og hefði mögulega gengið betur hérna hefðu þeir verið að gera eins og þeir hefðu gert áður að taka út svona einn og einn meðlim í einu, taka út tankana allir taka út tankana fyrst og svo fara DPS og healera. En þeir eru komnir aftur og þeir ætla í gegnum teleporterinn. Koma sér upp á hæggangur og mætir það. En Gluggar notar fluxið nær að taka út Númling með því. Já, og Dordingull og Fúþark eru fannir líka og við sjáum Böðla bara hörfa hratt. Notar teleporterinn sem voru með ennþá uppi, komast þeir tilbaka. Þeir komast þarna í burtu og þeir eru með mínútu eftir. Þurfa bara að gera eitthvað til að snúa þessu við. Atgerar eru bara búin að koma sér í svo góða stöðu. Þeir eru með alla innganga í augsýn hjá sér. Það er teleporter þarna. Og gluggi. Þeir ætla sér greinlega ekki að gera neitt við þennan teleporter. Núna eru þeir að senda Dordingur að ná í pelotið sem að tekur út Aron. Þetta gæti verið opnurinn sem að Böðlar eru búin að vera að bíða eftir og þeir ætla sér alla leið inn. Aron er á leiðinni tilbaka, en Krissi er með hænú. En verður sjatteraður. Rúnar þarna í gegnum teleporterinn með shatterið, þetta er svakalegt play. Hann er, nei, Stíl meina ég. Rúnar hins vegar er núna að taka út Fúþark og Baron. El Maestro notar El Maestro með rímekki á Avi. Þetta er svakalegt. Það er ekki nóg. Atgerar eru búin að taka stjórnin aftur og taka þriðja mappið. Það er 2-1 fyrir Atgerum þegar við klárum þriðja mapp. Ég verð samt að gefa Böðlum það. Þeir eru með mjög skemmtilega já, Böðlar eru með þetta eru skemmtilegar hérna árásartæknir í þeim. Þú heldur að óvinnurinn sé fyrir fram að þig þar sem þú sér þann, en svo kemur í ljós að hann er bara allt í einu fyrir aftan þig. Já. Það er bara eitthvað svoleiðis. Sáum hann að play of the game hjá Snors. Game of the play. Ég ætla að nota það á Ottar. Game of the play? Já, rosa vont. En ég ætla ég spáði að nota það meira. Veit ekki. Game of the play. Game of the play. Núna ætla ég að koma með deep cut, sko. Sem að bara ég og þú föttum. Ok. Game of the play finnst mér hljóma svona pínlega eins og finger of the kick.
Og þetta var engabrandari Gíleguls og Guttix kvöld. Við byrjum stafsökunum á því að enginn í chatinu eða neitt af þeim sem að fylgjast með þessum leik skilur þetta. Þetta er bara brandari sem okkar á milli. En ef einhver skilur þetta, þá bara ef einhver skilur þetta, þá mega vinsanast halda því nálægt brjóstinu og segja engum það. Þetta er leyndamál. Það er bara ekkert að vera státus að því að kannast neitt í þetta. Það þarf enginn að vita það. En við vitum hvaða mapp við ætlum að fara í næst. Og við vitum að það er hybrid mapp. Og mér sýnist að Böðlar eru búin að ákveða þeir ætla sem sagt að velja Hollywood. Afgerðar að melta hvort þeir ætla að taka þetta defend og þeir eru búinir að því. Þeir ætla sér að defenda. Þetta er í rauninni aldrei neitt decision. Þú vilt alltaf defenda fyrst. Er það ekki svolítið pælingin? Það fer í rauninni allt svona misjafnt milli liða. Sumum finnst bara mjög betra að taka fyrst. En persónulega séð finnst mér yfirleitt alltaf betra að defenda fyrst. Mér finnst það líka. Ég er mikill defenda fyrst maður. Það er svo mikið skemmtilegt að sjá í Hollywood, sérstaklega frá fyrsta spáninu hjá Attackers, er það að sjá til dæmis fyrir utan bíóhúsin, svona hvaða bíómyndir að fara að koma í bíó og svona, þetta eru bíómyndir sem ég var ekkert á móti að sjá Blizzard bara gera að raunveruleika. Þetta er eins og hvað er þetta, eins og They Came From Beyond the Moon, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað svaka mynd. It Came From Beyond the Moon, sko líka samt Six Gun Killer hljómar eins og geggjumynd. Með einhvern Omnic í aðalhlutverki. En ég vil samt sjá Hero of My Storm. Það væri mynd sem ég væri mættur á í bíó. Bara á frumsýningadegi þokkar. Ég væri til í að sjá hana bara í live action með Charlotte Chung í aðalhlutverki sem diva. Já. Hún gæti það alveg, sko. En við sjáum Böðlar er að fara að runna sem sagt Stíl ætlar að vera á Rössu, El Maestro á Sigmar Dóttingul á Hanzo Baron á Ash, Númling á Baptiste og Fúþark er komin yfir á Brigitte. Já, og við sjáum bara eiginlega nákvæmlega það sama frá atgerum nema Krissi er á McCree og Aron er á Torbjörn. Þannig að Rúnar er á Origini og Oklokkar á Sigma. Það er engar aðtöðsendir frá mér. Nefna það að Rúnar er fallinn. Það er mín eina aðtöðsend. Það ætlaði bara að þegja restum af leiknum. Þetta er eina aðtöðsend. Þetta er mín eina aðtöðsend það sem að þeir eru að runna. Það er að Rúnar er ekki lengur á meðalvors á meðan Böðlar fara harkalega inn og taka mikið pláss. Það er bara að sjá Krissa og Avi bara upp á hægrandinu, bara ef þú kallar þetta rólega, ég myndi ekki kalla þetta rólegt, sko. Þetta er bara mjög harkalega gert, en það virkaði. Böðlar eru komnir í stjórnina og eru að fara að fylgja þessum bíl með þessum óþolinmóða kvikmynda leikstjóra á endastöðum. Hann kvartar yfir því að vera eitthvað lengi af stað. Já, en það er greinlegt að ástæðan okkur Böðlar ná að taka þetta svona hratt að þeir eru bara eitthvað 2-1 á móti þeim, þeir vilja það ekki, þeir bara... Greinlega ekki, þeir eru ekki sáttir við það að vera stíu undir og sína það núna, eru komnir upp á hægrandið og meðan þeir skjóta yfir brúna á milli bygginga. Rúnar hætti sér út á brúna en bakkar ansið rætt tilbaka. Aron hendur upp turreti sem er fljótt að hverfa. Kemur út Bob yfir brúna, ekki alveg yfir brúna. Hann er fastur á það halva leið yfir og þurrkar út úr tilverunni. En þau eru ekkert að pæla í honum Dóttingul, jú, þeir sjá hann núna. Já, þeir sjá hann núna, en segja hingað ekki lengra á meðan Dóttingur var að íta þarna bara frítt. Það kemur út gluggi líka frá Númling og Snors tekur út Dóttingur. Þannig að nú þurfa þeir ekki að hafa jafn miklar áhyggjur af pelotinu nema að hann Elma Estrá er kominn, ætlar að íta sjálfur en
Hann Óklokkar ekkert alveg sáttur við þetta og bara Tekur út El Maestro. lyftir honum upp og smellir honum niður. Já, en að Bongo frá stíl, en Bongo bara skemmist Já, strax og hann Stíl var hérna kominn. Hann náði að henni killu og kominn ansið djúpt í baklínuna. Rúnar fallinn. Númling þetta upp á Bongo, en fellur samt. Upp á fangilsinu, hann Númling og bara að taka skotinn. Böðlar eru komnir meir en hálfa leið í gegnum pointið og þrátt fyrir mjög áhugaverðan stíl þá þetta ganga upp hjá þeim. Atgerar fá þarna örskamma pásu og koma sér aftur fyrir upp á hægrandinu. Kemur út Rúnar, slammar, kemur út Dreki frá Þortingul en Afi notar Transcendence til að gemma fyrir. Afi bjargar öllum. Aron tekur út Þortingur fyrir hann Dreka, virðist þeirra. Og við sjáum stíl á Wrecking-Ball tekin af hann Rúnari á meðan El Maestro upp á hægrandinu að reyna að henda einhverjum kúlum niður en það eru bara skildir hérna fyrir honum. Það er ekki mikið fyrir hann til að skjóta í. En Böðlar sem búin að eigna sér hægrandið en þeir geta í raun og veru ekki gert neitt fyrst að Payloadi að fara aftur tilbaka. Þeir þurfa að fara að komast í það mál. Hægrandið náttúrulega gefið þér ákveðið map control en þú þarft að ná killum og íta Payloadinu. Þannig að hægrandið eitt og sér er ekki nóg til að vinna. En við sjáum mögulega núna af hverju hægrandið talið svona mikilvægt. Það er þægilegra að skjóta niður á andstæðinginn. Og er miklu meira, þú getur falið betur, minna af skaða á þig, en mér sýnist hann að Aron á Torbinum, hann er bara eitthvað að chilla bara fyrir aftan. Kemur út top frá Baron, nær samt ekki neinum. Sjáum að El Maestro er í lagi, sko. Hann kemur þetta með fluxið, en Aron nær þremur með þessu gullfallega Montecore sem kom að það alveg bara eins og leðurblaka úr helvíti. Voru greinilega ekki að búast til þessu. Þú veist, ef þú sérð að vantar einhvern einn, þá þú veist átt að svona aðeins að svona á kveikni í kollinum á þig, sko, og þú veist bara svona, heyrðu, það er eitthvað crazy dæmi að fara að gerast. Og við bara sáum það akkurát þarna að Aron á Torb gerði bara akkurát það. En núna er Aron farin yfir á Hansson, búinn að taka út Þortingur sem er nú á leiðinni tilbaka. Gerði ætlunarverkið sitt á Torb. Og við sjáum að Böðlar eru að hugsa sér hvað er þetta að gera á meðan Atgerar eru komnir aftur upp á hægrandið. Kom mínúta, 50 sekúndar eftir á tímanum. Þeir þurfa að fara að gera eitthvað til að ná að komast í gegn og sjá window hérna frá Númling. Já, en Atgerar eru bara farnir. Já, vissum nákvæmlega hvað þeir þurft að gera. En Snorri er fallinn, Þortingur nær honum að það fyrir einhverja hefni í gegnum gluggana að hann fékk hérna smá sideline á hann og það virtist bara að vera alveg nóg. Kemur út Bongo frá Rúnari. Krissi er í baki á Stíl með Óklokkar í andlitið á sér og þetta er ekki þægilegt. Kemur út Bob. Bob kemur út frá, hann er bara horfinn áður en hann er að gera út skapaðan hlut. Dreki frá Aroni. Og ná að stoppa Böðla. Eru ekki á pointinu þegar mappið er að klárast. Þeir voru svolítið óöryggir með að voru að vinna eins og mikið með hægrandið og ekki vinna, svona reyna að, herru, við ætlum að taka það út frá hægrandinu. Voru ekki alveg hugsa út í stöðuna á Payloadinu. Já, eða bara, sko, þetta er náttúrulega rétta leiðin ef það er eitthvað að marka okkur fróðari menn Overwatch. Þá er þetta rétta leiðin til þess að gera árás á þetta mapp, en Atgerar voru náttúrulega líka bara að sýna okkur hvað þú átt að gera þegar að hitt liðið tekur hægrandið og ítir ekki Payloadinu. Þú bakka bara.
Já, Þú kemur bara í betra gefur skjól ekki, og... já, bara gefur ekki færi á þér. Þannig að það var einfaldlega það sem Atgeir að gera. Þeir bökkuðu bara, gáfu böðlum alltaf pláss sem þeir vildu og böðlar bara íttu ekki payloadinu. Þeir voru með alla stjórnina á mappinu en það reyndist þeim ekki nóg þegar í pottin var komið. Og akkurat í þessari stöð, þá hefur þeir kannski átt að hugsa eins svona hvað þeir þurft að gera akkurat þegar þeir eru búin að koma Atgeirum í þessu stöð að nýta sér þessa stöðu. Þetta var spurning um það. Við vorum búin að taka allt plássið á mappinu, hvað nú? Já. Og þegar þeir reyndu að komast áfram með framhaldið, þá bara sýndu Atgeirar það þeir komast ekkert lengra. Og við sjáum böðla vera að rönna eiginlega sama kompið. Já. Það er lítið breyst í þessum liðum. Það er greinlega allir sáttir raun og veru með það sem þeir eru að vinna með. Hins vegar Krissi komin yfir á Ash. Og Baron líka er á Ash, þannig að það er algjört mirrorkomp hérna. Krissi samt fættur. Já, við sjáum að Rúnar og Óglakar eru samt komnir með 1,5 tikk á pointinu. 2 núna þegar Elma Estró fer niður til þess að stöðva þá. En Stíl er fallinn en Rúnar líka og Óglakar er þarna að taka einvígi við hann Elma Estró. Og það endar ekki honum í við. Þetta er honum ítt ansi langt hérna. En næra Nei, hann er tekin út og Aron fallinn líka. Það hefði verið svakalegt ef hann náði að sleppa. Ef hann náði að sleppa þarna, þá hefði ég veit ekki hvað ég hefði sagt. Til ykkur. Greinilega, ég veit ekki hvað ég hefði sagt. Nei. Þetta er samt svolítið dýrkeypt samt að hann hefði bara raun og rátt að leyfa hinnum bara að drepa sig. Já, en þá hefði hann ekki verið kominn með Gravitic Flux núna og meðan Elma Estró er bara 88%. Kemur út Bob, hann er rétt fyrir utan pointið. Já, og það kemur... Hann dritar samt... Kemur Flux og þeir þurfa hérna að nota... á það frá hann. Þeir eru búin að nota núna bæði Immortality Field og Transcendence og böðlar eru núna í þeirri stöðu að þeir eru ekki með nein support út gegn báðum support útum Atgeira. Ég er hérna bara eitthvað steiktur í hausnum. En Krissi er fallinn sem er ekki gott fyrir Atgeira með tæpar 2 mínútur eftir. Þá þurfa Atgeirar að fara að finna sér leiðina inn á með 4 Kemur út breki frá Aroni og böðlar eru mjög lítið líf eftir. Baron er fallinn og sömuleiðis bobbinn hans. Dordingull fellur, Stíl hendur þarna í Supercharger en það gerir voða lítið. Elma Estró er örugglega næstur eftir að Aron fellur. Atgeir að ná pointinu með 3:42 á tímanum. Þeir eru að fara að byrja að reyna að komast þessa 112,26 metra sem þeir þurfa að komast. Það þarf ekki með... Já, 25 mér. Já, böðlar komist 112,25 þannig að komist Atgeirar 112,26 þá eru þeir búin að vinna mappið. Dordingur tekur út Aron. Það er líklega ekki það sem að Atgeirar vildu sjá þarna, en Kemur út þeir eru Vind og komnir frá númi. Þetta lítur bara mjög svipað út og áðan. Nefna það að Elma Estró ætla sér alla leið yfir til Atgeira en hugsa sér til þessar og snýr við. Við sjáum hérna að Krissi er Íta payloadinu en er spottaður, tekinn út endaði ekki strax. nógu vel fyrir hann, þarna í Íta payloadinu. Atgeirar þurfa alltaf að koma sér niður, ná ekki að koma sér almennilega á stöðu upp á hægrándinu. Svo þeir ætla greinilega kannski vera að hugsa út í að færa payloadið en sýnir að Aron sé eitthvað að reyna að taka út, reyna að ná einhverjum úr böðlum en gengur ekki alveg upp á honum.
Það spurning hvort hann sé aðalega bara að reyna að vinna sig upp í dreka en það þetta skildir fyrir sem að létta honum ekki lífið. Aron sem fellur, Útak tekur hann niður. En Atgerar eru samt að ná Við sjáum að Atgerar eru að komast. Þeir eru bara þarna undir húsinu. Hleypa þeim ekki í stöðu til þess að skjóta á sig og halda bara áfram að pússa. Þeir eru með þeir eru með Snorrs þarna undir sem hílar bara. Eru að nýta húsið, skjólið frá húsinu alveg rosa vel. Þarna kemur út dreki frá Dordingli en þetta virðist vera dálítið desperation hjá Böðlum nema það að þeir ná hérna að vinna þennan teamfight. 1,5 mínúti eftir tímanum og Atgerar þurfa nú í raun og veru ekkert að fara svaka langt með payloadi en í raun og veru það sem þau þurfa að gera fyrst er að ná einhverjum úr Böðlum þannig að þeir geta síðan komið sér fyrir almennilega á payloadinu. Já, náðum úr Það er bara dribblaður skilur við, þú veist, bara... Við erum að spila óvægt þetta, ekki stripppoker, sko. Ég meina, þú veist, alltaf ætti að gera þennt í einu, skilur við. Já, hér kemur svakalegt flögg! Hleyp hann hleypa á hvern annan. Og Bóbrans Krissa fellur fyrst. Aron nær þarna tveimur, en það eru 2 fallir úr liði Atgerar líka. Og aumingjar Rúnar það kemur út bongo frá Rúnari við erum samt að ná killum en Rúnar er fallinn Krissi var þarna eftir og Klokkar kemur á boltanum en þetta virðist ekki líta nógu vel út hann nær Baroni og það er spurning með 19 sekundur eftir það hefur verið að telja hérna þeir þurfa að gera ansi vel til þess að klára þetta og það virðist öllum vera sama hægrætti núna. Nú er bara pælt í hvernig, en það var bara að passa upp payloadið. Nú erum við bara að payloadið og Snorrs tekur út stíl og númling. Rúnar fallir, Fúðars tekur hann út en það gæti verið skaðinn skeður. Elfhæstur var tekinn, Krissi tekur Fúðark og þeir erum í overtime. En Atgerar eru á pointinu, það kemur út dreki en Aron er að taka út Baron og það eru komin hérna 2 boltar og Klokkar er fallinn, Snorrs er hérna að vinna svo tekur núling en Atgerar eru hérna næstum aleinir Fúðark og El Maestro komnir á point og þetta er bara tímaspörsmál virðist vera þetta er bara tímaspörsmál og Atgerar taka stjórnina og vinna leikinn Við erum að horfa á dömur og herrar nýja Íslandsmeistara í Overwatch eftir almenna helgamótið. En sem ekki kalla það Íslandsmeistara? Já, þetta er samt ekki almenni bikarinn, svo að... Nei, þetta er ekki almenni bikarinn, en þetta er íslenskir helgarmótsmeistarar, að minnsta kosti. Já. Þeir eru kannski ekki bikarmeistarar. Nei, svo að þeir eru búin að taka í raun og veru stöðuna af Böðlum þar sem þeir unnu almenna bikarinn tvisvar. Já. Og Atgerar er að sanna sig núna sem lið sem er ansi hart í horn að taka og ekki fyrir hvern sem er að vinna. Nei. Við ætlum hérna hins vegar að fá einhverja skemmtilega krakkar í viðtal. Það er að reyna að koma, við erum að reyna að koma því á hreint hverjir ætla að koma í viðtal. Og við náttúrulega förum ekki að klára úrslita leikinn að því að fá engan hérna að spjalla við okkur. Við erum svo skemmtilegir. Já, það er náttúrulega hægt að segja það að Atgerar vinna hver og einn ný lyklaborð. Það er alveg svakalegt. Já, mér skilst það að það hafi verið lyklaborð þarna í verðlaun. Já, þetta er eitthvað að komast á hreint hérna. Já, mér skilst að við ætlum að fá stíl úr Böðlum. Já, komum að fá taka við okkur smá létt spjall. Já. Við bara erum komnir með hann hingað inn. Góða kvöldið. Sælir. Hvað segirðu eftir
þennan tapleik hjá okkur? Bara ágætt sko, getur Já. betra. Já, sem sagt, allir svo sem ekki sáttir. Núkomna. Vantalega ekki sko, hefðum átt að vinna. Já, mistu náttúrulega eitthvað séns á lyklaborðum. Já, en sem sagt, Það er spurning hvort þeim sé hversu andum lyklaborðin, hvort þeim sé meira andum að hafa að vinna eða ef það hefði orðið svoleiðis. en sem sagt, þeir eru samt búin að vinna almennabikarinn tvisvar. Er ekki samt svona smá léttur bara á því að fá að lenda í öðru sæti? Nei. Nei, ok. Nei, það vill enginn lenda í öðru sæti. Þú fær enginn velun fyrir annarsæti. En það má segja það, þetta hafi verið dálítið svona grudge match. Þið náttúrulega voruð að taka leik í undanúrslitum við við Atgera áðan og þar sem þið unnuð 3-2 og væntanlega ekki sáttir eftir að hafa tapað þessum leik. Hvað gerðist núna í millitíðinni? Hvað var það sem að gaf Atgerum efri höndina í þessum leik en ekki hinn? Ég held að ég bara búin að vera að æfa sig meira, spila meira saman. Við erum búin að vera smá slacking og bara, við erum ekki búin að vera að spila það sem þeir voru eiginlega forsökur að spila. Þannig að við spilum það ekki as cleanly as vanlega. Það er líka, við erum eiginlega bara búin að spila double bubble / rush á móti and everything pretty much. Og old böðlar voru double shield specialists en það var ekki alveg að virka með nýja meðlimi. Það voru ekki með neina æfinga double shield, þannig að það var basically smá bara ekki synergy í gangi. Já. Það sé svona aðalmálið sko. Don't get caught slacking, sem sagt, dálítið. Pretty much sko, býðið bara eftir næsta fucking competition, það er eins sem ég segi. Já. Böðlar ætla ekki að vera caught slacking næst, það er á hreinu. Stór orð. En Ég er einlegt að hinn liðin svo sem er að hlusta, þeir ætla að greina sann ykkur vitlaus greina, en þá þurfið þeir bara að halda við ykkar. Já. Það er náttúrulega alltaf mjög óþægilegt að vera neyddur til þess að spila ekki sinn eiginleik, þar sem maður myndi helst til að spila og það er greinlegt. Sýndu þið þá í leiknum áðan að þetta væri eitthvað sem að Atgerar gætu fellt ykkur á eða haldið þið að Atgerar hafi fattað það á einhvern annan hátt? Ég held, ef ég mann rétt, þá held ég að sé nýbyrjaðar að fá ykkur að coaching og eitthvað, þannig að þetta er örugglega í byrjun þá voru meira counter-strike að double bubble og eitthvað og svo byrjaði að spila double shield og búin að spila meira með Orisi, þannig að synergy var meira bara instant heldur en í okkur, það var smá slow. Það byrjaði að klika í endan en það var það mjög close en það bara var mikið með æfingin á því. Nei. Það er ekki hægt að segja það því að það hefur verið að standa ykkur illa í þessum leik. Þið gáfuð ekkert eftir. Ég vil alveg gefa big shoutout to Atgera samt fyrir actually að ég held að það væri no way að það væri eitthvað lið bara gonna stand a chance í þessu helgumóti en Atgera er ekki búin að vera working hard greinlega. Það er good shit sko, það er mikil skemmt að hafa competition sko. Akkurat. Algjörlega. Það er ekkert gaman að valta yfir alla, þannig að Nei. það var smá, þú viðurkennir það var smá hubris í gangi þarna. Hélst að enginn geti tekið ykkur á stalli? Ég samt plana alltaf, ég planaði að vera svona 1% líkur að við myndum geta tapað í þessu fyrir, en ég vissi að... Atgera sýndu það, þeir eru 1% lið, það er greinlega. Já, Böðlar er alltaf, við erum alltaf búin að vera incomplete team í almennabikarnum so far, við erum alltaf búin að vera með exploitable things, það er bara enginn búin að átta sig á því ennþá. Atgera er greinilega hafa átt að segja þig og náða að catcha okkur át, en það mun ekki gerast aftur. Það mun ekki gerast aftur. Stóru orðin koma hérna frá Stíl. Eitthvað að lokum Stíl áður en að við kveðjum? Bara shoutout á alla committee, það er frábært að geta keppt svona fun as fuck og bara keep almennabikarinn going strong sko. Akkurat. Geggjuð lokaorð þarna.
takk fyrir að koma í viðtal og gangi ykkur vel í næsta stríði. Jep, takk og bara takk fyrir mig, sjáumst. Takk fyrir. Bye. En við fáum þetta næstu sigurvegarana úr Antgerum. Það eru Avi og Rúnar sem eru mættir. Það var að heyra ykkur aftur, strákar. Hamingju með sigur. Já, takk fyrir. Hvernig er stemmingin í mönnum? Mjög góð. Mjög góð, sko. Já, allir sáttir að fá lyklaborð? Já. Er einhver sem við komum tíma á að fá nýtt lyklaborð? Það var ég. Ok. Eru einhverju takkar á því hættir að virka? Space-takkin er smá iffy, sko. Úff. Það er rosa óþægilegur takki að vera pínu iffy. Já. Ég kannast við þetta, en það er aldrei sami takkin að mér. Það er alltaf einn og einn takki sem bara svona virkar ekki þegar maður ítir rosalega oft á hann. Ég kannast við þetta dauða takkasyndrom, sko. Já. En svo við hættum að tala um lyklaborð. Hvað var það sem gerðist á milli leiksins áðan, þar sem að þið töpuð 3-2 fyrir Böðlum, og leiksins sem þið voruð að spila núna, þar sem að þið unnuð með eiginlega tiltölulega miklum yfirburðum 3-1. Hvað er það sem gerðist í millitíðinni? Hvað gerðist þér? Ég veit það ekki, við vorum bara... Við vorum bara meira fókus, sko. Við bara virkilega vildum vinna þetta og fórum bara allir full fókus. Við ætlum að reyna að gera eins og fáar mistökur við getum og það hefnaðist. Já, það slanga leiðir, það bara svo slanga leiðir. Þið sem svo tókuð undanúrslitaleikinn, hent niður í losers finaleið og voruð ekki sáttir. Nei. Kláruðu tókuð rematch við Bölvun. Hvernig var það? Það er kannski búið að spjalla við ykkur það, en mér langar samt að spyrja aftur. Já, það var... Já, hvað var það núna? Það var bara þægilegt, sko. Já, það var bara... Halda óhaldsgrendun áfram og... Á bara svona núlla sig leikur, staldið. Svona bara róa okkur og halda okkur heitum og gera okkur tilbúin bara fyrir aða leikinn. Já. Þannig að þið tókuð þennan leik á móti Bölvun og unnuð hann með glæsibragð hérna 3-0 og komuð heitir og tilbúnir í þessa úrslitaviðureign. Já. Það var bara það sem gerðist. Þið bara núluðu ykkur, settu fókusinn allan inn og bara komuð sterkir aftur inn. Já, það er rauninni bara. Já. Ok. Eru þið... hann var að tala um stíla, þið hefði verið leiknum áðan að aðeins meira að matcha kompinn hjá Böðlum þegar þið voru að spila Double Bubble og svoleiðis. En að þið hefði spilað þennan leik aðeins öðruvísi og það hafi ekki hentað þeim jafn vel að spila þessi komp sem þið voru að spila, þetta Double Shield komp og svoleiðis. Er þetta eitthvað sem þið hafi verið að vinna sérstaklega með í aðdragandum á mótinu eða? Sko... Við hefum rauninni ekki verið mikið að spila þetta komp, sko, en við ákveðum eiginlega bara svona að mirrora það og bara... Þeir voru náttúrulega alltaf langbestir á Íslandi í Double Bubble og það var bara go-to dótið þeirra og þeir rustu bara öllum leikjunum í þessu móti á Double Bubble og við einhvern veginn bara svona on the fly bara á mótiðum í fyrirleiknum ákveðum bara að fara bara torp og bara allt sem bara counterar þeirra stuff og þannig að þeir voru bara forsaðir að spila eitthvað sem þeir voru ekki endalega vanar að spila með nýju meðlunum sinum og það bara virkaði perfectly einhvern veginn. Sem sýndi sig. Já, þetta var svo agalegt. Átti náttúrulega bara þegar leið og maður sá það bara leið og þið fóru sem sagt að mirra það og þá bara vissu í raun og veru ekkert hvað þeir átti að gera við það. Nei. Já, maður sá líka bara svona að hann var eins og Böðlar væru neyddir til þess að spegla ykkur og það fór þeim ekki alveg jafn vel og það fór ykkur. Og svona eins og þeir væri að klæða sig í fötin ykkar og þau væri ekki alveg sniðin að þeim. Já, ég held að Double Shield sé alveg bara svona mirror comp, sko, eða þú veist. Já, við bara, það sem, ég held að stóra ástakri unnum þetta, við vorum bara með meira damage, allavega Hollywood, því við náðum alltaf bara að ýta þeim niður.
held ég. Þeir voru alltaf að spila Brig í staðan fyrir Sen, þannig við vorum bara með miklu meira damage þegar þegar þeir voru að taka, sko. Þeir voru að forsa Brig út af eitthvað ástæðis, þeir fengu eiginlega ekkert value út úr Brig, þannig við vorum með Sen sem gerir bara massa damage og Discord og eitthvað, ég veit ekki eftir því. Það var líka mjög áhugavert að sjá ykkur á Defense á Hollywood, þar sem að, þú veist, maður veit að ég er náttúrulega bara svona gullspilari sem að bara eitthvað að fíblast, en ég veit að mér hefur verið sagt að high groundið er gull í Overwatch. Já, það er gott sko. Og að Hollywood, þetta snýst allt þessar tvær byggingar þarna og þú vilt taka stjórnina þar, en maður sá það að þegar að böðlar náðu að taka stjórnina á attack-roundinu sínu, á high-groundinu, þá var ykkar svar ekki að countera þá eða neitt svoleiðis, þeir bökkuðu bara, þeir gáðu þeim bara plássið og þeir einhvern veginn svona, þeir fjallu það að fá allt plássið. Já, það raunni leiður notu glugga og vorum ekki með neitt fyrir það, þá bökkuðu við bara og gáðu þeim high-groundi, sko. Já. Við bara íttum payloadið svo langt að þetta var eiginlega frekar slæmt fyrir þá. Já, þeir voru ekkert á payload, þannig að við gátum bara verið aftarlega og bara ekki deyja, sko. Nei, það var mjög áhugavert að sjá að þú vinnur ekki rándi bara að þau vera að taka mest pláss, þú þarft líka að klára að íta payloadinu. Já. En eitthvað svona sérstakt sem þið viljið koma á framfæri? Þú shoutout eitthvað svoleiðis? Já, bara shoutout á Atgera TikTokið. Atgera TikTokið? Hvað er Atgera TikTokið? Gefið okkur Það er bara Atgerar. Bara allt? Er það, ég veit ekki hvernig TikTok virkar, er það allt Atgerar þá eða? Nei, það er bara Atgerar. Ok. Krissi er búinn að vera duglegir að stjórna TikTok okkar, hann sér algjörlega þetta. Hann vildi virkilega að allir myndi að vita TikTokið, sko. Já, ég hendi follow. Allir sem eru ekki næstum boomers eins og ég með að henda í follow á Atgera á TikTok. En annars bara þökkum við ykkur fyrir það mikið með sigurinn. Bara mjög vel spilað á okkur. Þið eru náttúrulega helgarmótsmeistarar Íslands í Overwatch og þökk sé Elko eru þið að fara að fá glæný lyklaborð. Þannig að Afi getur hægt að hafa áhyggjur af spacebarinu sínum. Ég get hoppað oftar svona. Yes! Næstu við sjáum Afi spila þá verður hann hoppandi út allt. Já, ég er wallrightandi allstaðar sem Lucio, sko. Yes. Það er bara spurning hvernig við nálgist þessa